Þetta verður 11 stiga sigur á KR á meistaravöllum í kvöld. Hvað er að skapa þetta finnst þér fyrir ykkur hérna? Bara bílaslega mikil áræðni. Við vorum einhvern veginn bara svona, ég fann mér leið vel frá fyrstu mínútu, liðinu leið öllu vel einhvern veginn frá fyrstu mínútu og við vorum bara svona samstiltar frá fyrstu mínútu. Við mistum þetta aðeins niður en þriðja. Rebekka kemur með mikinn kraft þarna og náttúrulega villuvandræðum í seinni sem að þetta hjálpar okkur, hún er frábær leikmaður en já, bara einhvern veginn þéttar í kvöld. Hversu mikilvægt er fyrir ykkur og ég meina bara liðin sem eru við toppinn í þessari deild sem eru einhver 6 lið sem eru þarna uppi, 5 eða 6 lið. Hversu mikilvægt er að ná í útisigra í svona landslæði? Það er bara gríðarlega mikilvægt og hvað þá að ná núna innbyrðis að KR bara mjög mikilvægt og hver leikur er bara mjög mikilvægur. Þannig að jú, bara við förum bara í hvern einasta leik svolítið eins og úrslitaleik. Við erum bara að undirbúa okkur fyrir úrslitakeppnina og eins gott að byrja bara snemma að vinna í því andlega og nýta þessa leiki í það líka. Þannig að við horfum bara svolítið á þennan leik sem úrslitaleik og já, bara stóðum okkur vel í því kvöld. Það er náttúrulega þessi deild, hún er svo skrítin að þið leitið að nú eru þið komið með 20 sinnur hérna við toppinn en það eru 4 lið sem eru þar og svo getur bara verið svolítið erfitt að lenda kannski í neðri-hlutunum á deildinni ef að svo færi. Akkurat. Það er náttúrulega markmið að halda okkur í efri bara til að fá betri leiki upp á undirbúning fyrir úrslitakeppnina. En bara svona á deildin að vera, bara jöfn og skemmtileg og bara krefjandi. Þannig viljum við hafa þetta. Þannig að ég er svo sem bara ánægð líka með það að það séu bara jöfn lið og svona þó að maður vilja auðvitað vera í toppnum. En ég held að þetta sé bara mjög jákvætt að sjá hvað deildin er jöfn og einhvern veginn allir geta unnið alla. Þannig að já, bara ánægð með það. 20 stig í kvöld frá þér og að hitta hérna bara alls staðar á vellinum einhvern veginn. Hlýtur að vera gaman að sjá hann fara hún í hérna á... Já, auðvitað gaman og já, stelpurnar voru bara að finna mig og já, stundum á maður bara svona leiki, þú veist, stundum fyrir Doni og stundum er maður ekki að skora eins mikið og þá er einhver aðrir sem stíga upp, þannig að bara einn af þessum leikjum, en já, bara gríðarlega ánægð með frammistöðu liðsins í kvöld. Kæra þakki Dagbjört, gangi ykkur vel. Takk.